Góðan daginn! Velkomin í annað vlogg í desember. Ég og Ólafur erum tvö heima að gera okkur til fyrir vinnu og leikskóla. Brynjar er búin að vera í prófum núna í desember, þannig að hann var í fríi í alveg 2 vikur. Þannig að þetta er svona fyrsti morgunin sem ég er bara eitthvað ein heima með hann, það er ekki skrítið. En desember ljótan nær mér alltaf, þannig að í ár þá ákvað ég að reyna að sigrast á henni og ég setti í mig nýtt hár. Ég veit þið kannski sáu það í seinasta vídeói, en ég setti nýjar hárleggingar. Ég svaf með fléttu, þannig að það er svolítið svona beglað. En ég byrjaði að setja með hárleggingar bara sjálf heima í september, eins og ég sagði ykkur og sýndi ykkur einhvern tímann þá. Og þá klippti ég þær alveg, ég held ég hafi alveg verið með, bara svona eða eitthvað. En núna ákvað ég að klippa bara, þær voru alveg hingað í seinustu vídeói, en ég klippti þær svona aðeins til þess að gera þær meira fullari og raunverulegri. Ég er svo ánægð með þær. Að vera með sítt hár er svo miklu meira ég. Ég ætla að vera alveg dugleg að bara svona gera mig til, klæða mig í skvísuföt og bara sigrast á þessari vetrarljótu. En þessi desember mánuður, þetta er bara leiðilegasti mánuður sem ég hef, eða ég veit ekki hvort það leiðilegast er rétta orðið, en það er alveg sem erfitt fyrir mig. Ég var svo ógeðslega miklar í rútínu í haust, út af haustinn þá bara var ég ógeðslega motivated og ég bara skipulegg alltaf alla vikunum mínar, alltaf með geggjum mikið markmið og vikumatsela og ég bara með allt á hreinu á haustinn og þess vegna er ég líka, finnst mér svo gaman að sýna ykkur frá því og vlogga ekstra mikið. Núna, í desember, er ég náttúrulega bara búin að vera lasin alla mánuðinn, þannig að það er bara búin að vera geðveikt mikil takeaway. Íbúðin er bara búin að vera geðveikt miklu drasli. Ég er ekki búin að fara á æfingu. Oh my god, ég er ekki búin að fara á æfingu allan desember. Það er örugglega, 3 vikur síðan ég fara á æfingu. Sem er náttúrulega bara ekki ég fara á æfingu alla daga. Það er bara að fara á æfingu er bara númer 1, það sem ég plana daginn minn í kringum. Það er mjög ólíkt mér að fara ekki á æfingu á morgnana. Og það ég bara var lasin og ég bara treysti mér ekki ennþá til þess að mæta. Út af ég er svona, ég er ekki lasin núna, en ég er að vakna svona á morgnana gett svona máttlaus og svona, bara gett orkulítil og svo blóðsykur mér sé geðveikt lágur. Og ég á inni blóðprufu til þess að tjekka á járnskortinu mínum aftur. Ég veit að hann er bara ennþá gett lágur. En ég kem mér aldrei í blóðprufu og það ég þarf að fara fastandi og ef ég borði ekki þegar ég vakna þá bara líður yfir mér. Já, þannig það búið mjög mikil ekki rútínu mánuður. En ég er búin að ákveða að ég ætla að reyna að hafa þessa viku svolítið svona betri og ég er búin að gera matseðil fyrir vikuna sem ég hef ekki gert bara síðan í nóvember og ég ætla að taka bara búðarinnkaup í dag og ég ætla bara gera hluti í vikunum sem ég er búin að vera að fresta og ekki gera sem ég ætti að vera að gera. En ég ætla að fara að klæða mig. Ólafur þarf að fara að mæta í leikskólann, við erum að mæta svolítið seint í dag. Ég er að fara niður í vinnu og taka allavega 1 krúna. Ég var með 4 skráða og 2 eru búin að afbóka og 1 er svona, held hún sé búin að gleyma tímanum. En ég veit ekki hvort hún sé að afbóka líka. Þannig ég er allavega með 1, kannski 2. Jæja, ég er niður í vinnu. Búin að taka 1 krúna og eins og mig grunaði þá er kona númer 2 skrópa. Ég miði alltaf við að bíða í 10 mínútur og ef það er ekki búið að láta mig vita eitthvað þegar séu sein þá fer ég. Það er pæling fyrst ég er búin svo snemma hvort ég ekki bara kíkja í Smáralindina og klára að kaupa jólagjafa leyni jólagjafagjöf fyrir morgundaginn. Á morgun er sagt vinkonahópurinn að hittast sem er svona litlu jól og við erum allir búin að draga hver á að gefa hverjum gjöf og ég dró Natalíu sem á hljómar eins og það ætti að vera auðvildast að þú er besta vinkona mín en það er ekkert eðlilega erfitt að versla jólagjöf og bara gjafir fyrir Natalíu af því hún á allt, hún á í alvegni allt. En já, klukkan er bara að ganga 12:30 þannig að það var eiginlega næs að bara fara snemma áður en að traffíkin kemur í Smáralindina, ekki það að það er búið að vera bara ógeðslega mikið að gera allan daginn þar. En já, ég held ég bara að bruna í Smáralindina. Ég er að kreyfa juicy sushi sem var að koma á mathöllina. En ég man ekki eftir hvenær ég seinast bara svona settist niður að borðaði ein. Mér finnst það smá skrítið. En ég er samt að pæla í að fara á
torgið og komum bara að borða. Ég er komin aftur út í bíl og ég ætlaði að fara að taka upp myndavélina. Hún kveikir ekki á sér. Samt var hún í hlæðslu í alla nótt. Sorry, en ef myndavélin mín er biluð þá eru vlogginn komin í pásu. Þannig að við svona vonum að sé ekki biluð. Mér finnst alltaf að taka upp á símann svona eina klippu en þetta er my baby sem, þú veist, tekur út vloggið mín. Anyways, ég ætlaði að sýna ykkur það sem ég fann fyrir Natalíu fyrir jólagjafaleikinn. Ég keypti svona Nespresso tumbler. Ég var með svo mikið valkvíða. Ég var að velja milli þetta og svo var svona sett af 2 bollum, eitthvað svona ný lína hjá þeim. Ógeðslega sætir svona kaffibollar. Já, bara ógeðslega sætir og ég var ekki viss hvort hún myndi nota meira því hún drekkur mjög mikið Happy Hydrate. Þannig ég hún getur notað þetta fyrir Happy Hydrate og fyrir, þú veist, eitthvað svona skemmtilega drykki. Hún er ekki mikið í ískaffinu kannski. Hún myndarlega fíla hérna bollana. En samt veit ég ekki hversu mikið kaffi hún drekkur heima, en samt þeir ógeðslega sætibollar. En síðan voru þeir ekki til, þannig ég ákvað bara að taka þessi merki og taka þennan og hún getur náttúrulega skipt þessu ef hún vill eitthvað annað. Og svo fann ég þennan trefil í H&M á tilboði. Það var svo ógeðslega erfitt að finna flotta gjöf á budgeti, þú veist, svona vinkonu í hópa á budgeti. Mér fannst hann, ég var að pæla fyrst bleika, en mér finnst þessi vera meira hún. Það er ógeðslega sætur og svona kósí efni. Og síðan var ég búin að kaupa fyrir hana eitt gloss, þannig þá er ég með glosstrefil og þetta glas eða þetta tumbler travel mug og þá er ég akkurat komin í budgetið. Þetta var successful smárlindaferð. Ennþá svöng, þetta var svona lítið sushi fyrir mig. Bara leiðin heim núna og já, klukkan er bara 1:30, þannig að ég næ alveg kannski að taka bara smá þvott og þrif og já, bara að resetta íbúðina hérna áður en Ólafur kemur heim á leikskólanum. Og gaman í leikskólanum í dag? Já. Hvað varstu að gera? Leika svona. Leika hana? Þú ert að leika svona. Ég er búin að leika svona. Fatana! Ásta, systir, er officially flutt inn bara bak við okkur. Byrjaði að gista þarna helgina. Þannig að ég og Ólafur ætlum að kíkja smá heimsókn til hennar og leyfa honum að leika við frænda sinn. Ég er ekki búin að vera að fara mikið upp í íbúð til hennar út af þessu blessaða desember veikindum. Þetta er frí. Og bara búin að vera orkulaus alltaf. Já, búin að vera bara orkulaus alltaf eftir vinnu. Mér langar svo að við verðum duglegar að fara yfir til hvor annara. Fyrst hún er flutt til landsins. Jæja, ég er að elda kvöldmat og á þessu heimili er mjög algengt að allir fái sitt á matinn. Þannig að fyrir Brynjar er ég að gera svona fajitas. Má ég ekki tala? Nei. Þannig að það var svona vefju með alls konar svona. Ég ætla að fá mér hrísgrjónavefju með grænmeti og hnettsósu. Ólafur ætlar að fá spagetti. Má ég sjá þig? Meira. Ó nei, er þetta búið? Ég heyrði sem sko... Ég er búin að borða, vanlega fæ ég mér sko 2 svona vefjur. En einu var alveg nóg fyrir mig í dag. Ég er eitthvað södd og Brynjar ætla líka að kaupa ís fyrir mig seinna í kvöld. Hann er að fara að horfa á körfuboltaleik og hann ætlar að kaupa ís fyrir mig á heimleið. Þannig að já, ég er búin að borða, búin að ganga frá eftir mat, Ólafur er í baði. Og ég ætla að sýna ykkur það sem ég var að fá. Systir mín sem sagt málaði þessa mynd fyrir mörgum árum. Hún er bara búin að vera með hana, þú veist, upp á vegg hjá sér, en hún er komið leið á henni. Hún gaf mér hana og ég man, eða þú veist, jú, hún sýndi mér eitthvað mynd, hvað mynd þetta var, en ég man ekki hvernig hún lítur út. Og ég er ekki búin að sjá hana. Ég ætla að opna hana. Þetta er svo pakkaleikur. Hvað er eiginlega mörg lög? Og hún er svo cool. Og mér finnst líka svo flott að systir mín gerði hana. Nú er ég með listaverk loksins eftir hana, sem er cool. Ég vissi ekki að hún væri ramma, ég fattaði það ekki. Ég veit ekki hvort hún vilja fá ramman aftur, en hún er alveg svona stór. Og nú þarf ég bara að hengja hann upp.
á næstu dögum. Góða kvöld, og hvað er leðileg byrting, sorry, ég verði að hafa bara slögt. Klukkan er hálf 8 og ég er svolítið mikið sein á litlu jólin út af því að Brynjar lenti bara í umulegri þjónustu á Dominos og var bara óslega lengi koma heim með mat og hann var með pökkunarpappi sem ég þurfti að pakka jólapökkunum inn í. Ég er mætt heim til Natalíu, þú maður vera þar í kvöld. Ég bæði með sko jólapakka og svo er ég með smá afmælisgjöf fyrir hana líka, þannig að hún fær svolítið mikið frá mér í kvöld af því að hitti akkurat á að ég fekk hana í leyni-vina-gjöfinni. Okkur sem er þetta svona erfitt tónleik. Leyni-gjafaleik sem eiga bara kósí stund, opna pakka, kannski spila og mönsa. Jólasveina húnars Ólífars, smá jóló. Ok, outfitið mitt er eins og ég sé að koma á spítalanum. Birta, viltu segja hvað þetta er? Þetta er jólanachos. Þetta lítur sko ekkert út eins og nachos. Jólanachos. Merry Chrysler. Merry Chrysler. Hættu. Þetta er ekki það sama, Nei, ok. This is so nice. Thank you very much. Ég var í bílnum á það og byrja Birta að brjóna svona bílunni. Og ég sagði, í hvaða litist þau? Svona brúna þess að fína. Já, kom með challenge. Þetta er ég svo næstu. Getur ég sett borðið hérna við speilin? Sér maður sjálfur sig. Hvað stressandi? Ég er komin heim og ég var að þrjá mér andlitið, setja í mig kvöldsflétturnar. Ég var næstum búin að gleyma að enda þetta vlogg, en ég ætla að enda þetta vlogg og ég er bara frekar svona stolt af mér að hafa náð að setja upp annað vídeo svona snöggu eftir hitt. Af því ég er alveg ekki búin að vera í vloggstuði þennan mánuð og þegar ég byrjaði þetta vídeo þá var ég alveg smá 50-50 hvort ég myndi klára það. Þetta var skemmtilegt vídeo og þið megið endilega setja like og subscribe ef ykkur finnst gaman að fylgjast með og við sjáumst bara næst sem verður kannski bara næstu dögum. Bye!